Nú ætlum við að halda áfram að æfa okkur aðeins í að þátta. Hérna sjáum við 4 dæmi sem eru mjög áþekk, þau eru ekki alveg eins og ég ætla að sjá hvernig mér gengur að þátta þessi 4 dæmi. Gera svona línur á milli til þess að aðgreina þau í sundur. Það er alveg augljóst, ef ég skoða hérna fyrsta dæmi, ég get ekki tekið tölu eða bókstaf út fyrir sviga. Þar af leiðandi hlýt ég að þurfa að þátta þetta í 2 sviga. Vandamálið er að það sem flækir þetta svolítið er að það er tala hérna fremst sem er ekkert alltaf þegar við erum að þátta. Eina leiðin til þess að búa til 3 í margföldun er 1 sinni 3, þannig að þetta hljóta að vera 3x og x, því að það er eina leiðin til þess að fá 3x í öðru. Síðan er þetta plús og plús, þannig að ég get alveg óhyggjað sett bara plús og plús báðum megin. Og síðan þarf ég að búa til 2 í margföldun. Það er bara hægt með 1 og með 2. En nú vandast málið. Hvoru megin á tvisturinn að vera? Á að vera 2 hér eða á að vera 2 hér? Eina leiðin til þess að sjá það er að prófa bara margfalda. Ég ætla að byrja á að setja til dæmis tvistinn hér og ásinn hér. Og svo prófa ég bara margfalda. 3x í öðru pluss 6x pluss x pluss 2. Þetta er ekki okkur ég skrifaði 6 þegar ég ætlaði að skrifa x. Út úr þessu fæ ég 3x í öðru pluss 7x pluss 2. Þetta er rétt. Ef ég hefði fengið vitlaust þá ég þurft að snúa þessu við. Þessi hérna næsta er svipuð. Það er augljóst og ég þarf að setja 3x og x og ég hlýt að þurfa að setja 1 og 2, en hvað er hvoru megin og er þetta plús eða mínus? Og við skulum athuga hvað gerist. Við skulum prófa að setja aftur 1 og 2. En ég á að fá út mínus á öðru og þið sjáu að þetta er allt í mínus. Þannig að stærri margföldunin hlýtur að þurfa að eiga að vera í mínus og það er 3 sinnum 2. Þess vegna setja ég mínus hér en plús hér. Öðruvísi fæ ég ekki mínus þarna aftast. Svo þurf ég að prófa margfalda þetta. 3x í öðru mínus 6x pluss x mínus 2. 3x í öðru mínus 5x mínus 2. Þetta er rétt, þátt að hjá mér. Jæja, við höldum áfram. 3x og x. Aftur fæ ég mínus 2, þannig ég hlýt að vera með 2 og 1. Gæti reynda verið öfugt, ég er aldrei öruggur með það. En núna er plús hér, þannig að nú hlýtur stóra margföldunin sem er 3 sinnum 2 hjá mér að vera plús og þá hlýtur þetta að vera mínus. Við skulum prófa 3x í öðru pluss 6x mínus x mínus 2. Þið sjáuð að munurinn á þessum tveimur er að formerkin hérna í miðjunni víxlast af því ég færði mínusinn hérðan og hingað. Út úr þessu fæ ég 3x í öðru pluss 5x mínus 2. Þetta er rétt, þannig að þetta er rétt þátt að hjá mér. Ég er orðin svolítið flinkur í að sjá hvaða tölur ég á að setja inn. Það sem þið þurfið í raun að gera þegar þið gerið þetta er að prófa, margfalda upp, sjá hvað kemur út. Ef þið fáið vitlaust, þá þurfið að breyta einhverju. Það er engin einhver svona imba-proof leið til þess að gera þetta. Hérna er nú villa í þessu hjá mér. Þetta á að vera plús, öðruvísi er ekki hægt að þátta þetta. En við skulum prófa. 3x og x 1 og 2 og nú sé ég að þetta er svolítið svipað á þetta fyrsta nema hér er mínus, þá finnst mér nú líklegt að það passi að setja mínus og mínus. Ég ætla að prófa margfalda 3x í öðru mínus 6x mínus x pluss 2 mínusinu mínus er pluss 3x í öðru mínus 7x pluss 2
Þetta er rétt þáttað. Hérna kemur önnur svipuð ramsa, nema þetta er aðeins núnara. Af því hér er ég einfaldlega með stærri tölur. Ég er með 6 sem ég get búið til í margföldun sem 1 sinni 6 eða 2 sinni 3. Og síðan er ég með 12 aftast sem getur verið 1 sinni 12, getur verið 2 sinni 6 eða 3 sinni 4. Þannig að þetta er nú svolítið snúið. Og það eina sem ég get er bara að byrja, að prófa. Og ég ætla að byrja á að setja 2x hér og 3x hér. Af því ég sé að ég fæ út 17 í miðjunni, það gefur mér vísbending að ég sé ekki með rosa háar tölur á móti hver annari. Og ég ætla að prófa að setja 3, ég ætla að setja 4 og 3. Þetta er pluss og pluss, þannig ég veit að það er pluss og pluss. Nú ætla ég bara að sjá hvað gerist. Ég fæ 6x í öðru, pluss 6x, pluss 12x, pluss 12. Út úr þessu kemur 6x í öðru pluss 18x pluss 12. Þetta er ekki rétt. Þetta gengur ekki upp, þetta er ekki eins og það sem ég byrjaði með. Þannig að ég þarf að breyta einhverju. Og ég ætla að breyta þessu hérna. Ég ætla að prófa að víxla þessu. Þið sjáðu ég var nálagt. Þannig að það er eitthvað í þessu sem hlýtur að breytast þegar ég gerir svona. 6x í öðru pluss 8x pluss 9x pluss 12. 6x í öðru pluss 17x pluss 12. Þetta er rétt þáttun. Aftur, það er æfing að sjá hvað er sniðugt að prófa og hvað ekki. Seinni hlutaninn ætla ég að gera svolítið hratt. Ég hef hann hérna í raun og veru eingöngu til þess að sýna ykkur hvað mismunandi formerki gera. Þetta er sama þáttunin eins og áðan, nema það eru bara mismunandi formerki á þessu. Núna er ég með mínus hérna aftast og það þýðir að ég hlýt að vera með pluss og mínus. Og ég ætla að prófa að setja mínusinn hér og plussinn hér. 6x í öðru mínus 8x pluss 9x mínus 12. 6x í öðru pluss x mínus 12. Þetta er rétt þáttun. Sama hér. 2x og 3x, 3 og 4. Nú ætla ég að prófa að víxla þessu, sjá hvað gerist. 6x í öðru og nú fæ ég pluss 8x mínus 9x mínus 12. 6x í öðru mínus x mínus 12. Þetta er rétt þáttun. Þetta er kannski ekkert vola snirtilega að skrifa hjá mér. Og að lokum fáum við pluss aftast en mínus í miðjunni. Það er vísbending að það sé mínus á báðum stöðum. Og 3x mínus 4. Skulum staðfesta það. 6x í öðru mínus 8x mínus 9x pluss 12. 6x í öðru mínus 17x pluss 12. Þetta er rétt þáttun. Þó að ég sé að gera svolítið að sama hérna aftur og aftur, báðum þessum dæmi, bæði hér og svo á áðan, þó borgar sig svolítið að liggja yfir hvað gerist, hvaða áhrif það hefur, hvar formerkin eru. Hvort það er mínus og pluss eða pluss og mínus, og hvort að mínusin er þá hérna megin eða mínusin hérna megin eða hérna megin. Það hefur áhrif eins og þið sjáuð. Og það að verða flinkur í þessu er ekkert nema æfing. Þetta er svolítið eins og íþróttunum. Ef maður er duglegur að æfa sig á grunnatriðunum, þetta er svona svolítið flókin grunnatriði kannski, en þeim duglegri sem maður er að æfa grunnatriðin, þó sé ég flóknar í kantinum, þá verður maður betri.